Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, eins og við erum búin að tala fyrir kvöld þá styttist í landsmót hestamanna og já, nú á línuna kominn hann Lárus Ásmar Hannesson, formaður landssamband hestamanna og hann væntanlega orðinn mjög spenntur fyrir komandi vikum. Komdu bless og sæll höfðingi. Sælum blessa. Hvernig hefur það? Bara ljómandi gott. Ég var nú að koma hérna á Suðurlandinu, skrapp með eina hrissu þarna. Þetta hann arð frá Brautarholti og stutsi ég kom heim þannig að ég er búin að fara aðeins hérna einn þína sveitir. Já, hann það búið að vera smá ferðalega á þér í dag? Já. Og það fylgir alltaf hestamunum og að það mikið að ferðalögum? Já, þeir segja að ég er búið að endurskilgreina þessi svoköllu hestaferð. Það er ekki lengur að menn ferðist á hestum heldur að menn setja hesta í kerru og ferðist en ég held að þetta sé bara svolítið bara í bland ágætt. Allir voru vel kerraðir og svona. Nákvæmlega. En nú komið að stærsta móti landsins má segja það í bara allum íþróttum á landinu, það er landsmót hestamanna. Já, landsmót hestamanna hefur verið ansið stór viðburður. Þetta hefur verið svona milli 7 og upp í 14.000 mann sem hafa verið að sækja þessa viðburði. Og með því stærsta sem að gerist og gengur með því mótin sem haldin á Vestlumhelgi eru mjög stór líka en þetta er gríðarlega stórt og skipulas mikið frekt mót landsmót hestamanna sem haldið annað hvort ár. Og nú verður mótið haldið á Hólum í Hjaltadal. Er ekki rétt að það má segja að það sé ákveðin nýjung? Jú, en það var haldið nákvæmlega fyrir 50 árum. Það var haldið landsmót Hólum í Hjaltadal 1966. Síðan hefur ekki verið haldið landsmót Hólum fyrir en bara núna í næstu viku. Nei. Þannig að þetta er gríðarleg tímamót að þessu merkast af. Og það og kannski líka bara vel við því að þarna eru kannski einar helstu framtíðarknöpu landsins, þeir eru að læra þarna á Hólum. Já, og það er algjörlega ofsalega stór punktur í þessu öllu saman að það er að við höfum aldrei gleyma því að þarna er einmitt æðsta menntastofnun íslenska hestis í heiminum. Og ef við horfum á mót bara síðustu ára að þá eru meir og minna knaparnir sem þar eru að gera sig gildandi og eru framalega meir og minna allir búin að gangi gegnum þennan skóla. Þannig bæði verið að mennta innlenda og erlenda reiðmenn og reiðkennara sem að svo seinna sína fyrir okkur hestana og kenna okkur að sitja hest og temja það og eitt þriðja af nemyndunum þarna er einmitt erlendir og þeir þurfa að vera hérna á Íslandi og læra íslensku fyrst og mynda tengsl og farast út í heim með þekkingu og sambönd og þetta einhvern veginn Íslands heimur hann einhvern veginn verður engin landamæri. En svona með móti sem er núna framundan það er náttúrulega þarna mættir fremstu knapar landsins og hestar. Já, þetta er alveg, ég er búin að rýna aðeins í hvaða status verður þarna á hestakostinum, bæði kynbótarossunum og eins í gæðingakeppni, tröllkeppni og skeiði og þetta verður alveg rosalega sterkt mót. Hestakostur á Íslandi, honum fleygir svo fram núna bara þessi árin að það er alveg með ólíkindum og bara manni hvort voru 5 eða 6 efstu hesta sem að komin á landsmót til dæmis í A-flokki, enginn þeirra var á síðasta móti. Þannig að þetta er mjög spennandi. En þarna svona með hvernig staðan er í dag á íslenska hestinum og líka bara íþróttafólkinu okkar, þá má segja við séum fremstu í heiminum en þá er það ekki á íslenska hestinum? Jú. Við erum það og það var nú svona, ég man eftir því á tímabili þá var nú verið að tala að við varum að dragast aftur úr en við sóttum talsverta þekkingu til annarra landa í hestakinn og reiðmennsku sem var búin að þróast
öldum saman og notuðum það sem að við gátum notað við okkar reyðmennsku, við þjálfun og okkar hesti sem svo eini í heiminum sem ræktaður og þjálfaður með það markmið að skila 5 aðskildum gangtegundum með afköstum. Þannig að þetta er merkilegt fyrirbæri þessi hestur okkar. En svona fyrir mótið þá ekki tægt að segja nákvæmlega svona hverjir verða landsmótsmeistarar, en það má segja að það eru margir svona búin að vera, eins og þú varst að koma inn á, þá eru margir að koma þarna upp í A-flokki sem hafa ekki verið að ráður. Já, ég held í rauninni þetta sé í öllum flokkum og menn, sko, hestar koma inn á mót með sínar engunir, svo bara þegar mótið komið, þá það bara eins og öðru, þá byrja bara nýtt mót og þá það bara hvernig dettur dagurinn svolítið, sko. En auðvitað hafa hestar og knapar mismikla möguleika bara með þá getu og það stand sem hestarnir í, en það getur farið allavega öllum flokkum. En svo hinn almenni misskilningur sem að oft kemur upp, að það oft sagt að þeir sem að keppa í hestaíþróttum sé ekki endilega íþróttamenn, en svo þegar maður fer í nálanar á þessu þá ekki lítil vinna. Það má segja, sko, þetta eins og bara, þetta miklu meira heldur en að atvinnumæður í fótbolta að leggja á sig. Ég get alveg sagt það að þetta fólk sem núna búið að vera í eldlínunni síðustu vikur í gegnum úrtökur, kynbótasýningar og annað, þetta fólk ekki að vinna meðaltali minna heldur en 14 tíma á sólarhring. Líklega væri það nær 16-18, þetta alveg rosaleg vinna. Og það líka annað sem að breytast að þessi íþróttamenn knapar, að þeir eru farnir að leggja mikið upp úr því líka að halda sjálfum sér í formi. Líkamlegu formi og andlegu, og þetta mjög breytt umhverfi með það sem var. En svona hvernig staðan í dag, hver svona efstur í dómi hestunum núna sem að kemur inn á landsmótið fyrir úrtökunum? Sko, ég ætla kannski ekki að fara að telja það upp þannig, en það allavega gríðarlega háar einkunnir og svo sem það velum sem að oft nú hæst bera, það Sleipnisbikkarinn svo kallaður, það merkilegur gripur sem veitur viðurkenningu fyrir þeim stórustu sem stendur efstur í heiðursvelun fyrir afkvæmi. Það einmitt arður frá Brautarholti sem ég var að fara heimsækja hann í dag sem stendur efstur þar, og þar eftir kemur hálfbróðar hans Gaumur frá Auðholtssjólegu, fyrir orra sinni báðir og magnaði kynbótahestar báðir. Þetta eru hestar sem þurfa að vera búið að dæma 50 afkvæmi undan þessum hestum og þeir þurfa að vera búin að sanna sig, þannig að þessi velun alltaf svolítið stór, sko. En þau koma ekki til með að breyta fæntalega á mótinu sjálfu. Þetta kynbótamat sem liggur fyrir. Sko. Já. Það þá þannig að það svolítið mikið undir knapanum komið, bara hvernig, svona mestmegnis knapanum komið, hvernig það kemur inn? Nei, þetta þarf einhvern veginn alltaf að stemma, sko. Þetta þarf að vera, geta þarf að vera í hestinu, nú þarf að vera fyrir til staðar. Og svo það knapans að lokka þetta allt út og vera svo tilbúið með það á þessu mómenti sem þú hefur, þetta keppa sem eru gæðikendi 3 hringir. Og þá má ekkert klikka og það verður að vera algjört traust og gott samband á milli knapp og hest, og hestunum þarf að leggja sér fram alveg 100%. Til þess að vera bara, þarna eru bara þeir bestu af þeim bestu, sko. Þannig að það verður ekkert, það má ekkert skilja eftir og hesturinn verður að leggja sér fram, og það gerir engin hestur nema að vera í góðu sambandi við knapan og treystunum. Nei, nákvæmlega. En svona að þér sjálfum, þú væntanlega ekki verið viðlóðin hestamennskunni í þá langa tíma, eða ekki? Jú, ég bara fættist með þessa dellu. Þetta var ekki hestamennska í minni fjölskyldu. Ég bara einhvern veginn fættist með þessa dellu og fekk sem betur fer brautargengi á mínu foreldrum að leyfa henni bara að vaxa og dafna, sko. Ég fór nú mitt fyrsta landsmót
78 á skóarólum, 12 ára gamall. Mhm. Ég var líka heppinn þar að pappi var að flytja hesta sko, þá var þetta flutt bara vörubíl. Og þá fór ég þangað og sá hestana þar og var alveg veikur og búinn að fara á öll landsmót síðan þá. Já. Þetta einasta. Þannig að þú hefur fengið Stundum delluna með keppandi og dómari og eftirlitsdómari og með kynbóndarósjafnvel og þannig að þetta svona einhvern veginn fastur liður bara í minni tilveru búin að vera núna svolítið tíma. Þannig að þú hefur fengið delluna alveg frá upphafi. Já, hún bara einhvern veginn hún bara fylgdi með pakkana sko. Svona í lokin árinni sleppið þá búið að oft verið að ræðum það að í hestamennskunni þetta sé allt eitthvað svona klíka og fleira, en ef þú horfir á knapana sem að taka þátt í dag, þetta ekki allt undan einhverjum gömlum afreksknöpum og svo framvegis eins og oft talað Nei, ég blæs bara á þetta sko, þetta ekki rétt. Sjáum það bara af 165 kynbóndarósum þá held ég að komi að sko 60 knapar. Já, nákvæmlega. Og ef við skoða ræktunarrósin og þetta kemur úr öllum áttum, það á engin eitt í þessu, það verður bara að vinna fyrir hverri komið í þessu og ég hef aldrei orðið varið þessa klíku svo stundum með talað bara sumir bara voru betri en aðrir og stóðu sér betur hvort sem það væri sýningu eða ræktun svo er það bara fleiri núna og samkemur orðið meiri og ræktunin orðin gríðarlega flott og við sjáum það bara núna að fyrir þetta landsmót til dæmis að þá virðist það vera mikill grundvöllur fyrir því og ég held að það sé út af hversu hestakosturinn verður öflugur að núna erum við búin að seldum í Fossvölu 4600 miða sem talsveit meira heldur en til dæmis fyrir tvö síðustu mót sem var eitthvað 2900 auðvitað fólk orðið þjálfaðar í að kaupa svona í Fossvölu en vonandi það bara einhver forsmekkur af því sem að koma skal fyrir þetta mót það er mjög spenntur fyrir því að og vissum það að ef við verðum sæmilega heppnir með veður þá erum við að horfa þarna ofsalega skemmtilega viðburð bæði fyrir bara almennan hestamann og ræktunumann og hestamenn framtíðarinnar og á þessum gríðarlega fallega stað, sögufræga stað að efla skólan okkur svona með þessu það finnst mér algjörlega frábært. Svo náttúrulega eitt viðbót sem að almenningu kannski áttar sig ekki á að þó eigir ekki hest og þið langar að börnin byrji í hestaíþróttinni þá eru öll þessi aðildafélög innan landssamband hestamanna sem taka á móti börnunum þínum og bjóða upp á reiðnámskeið og fleira. Já, þetta og það líka sko hestamenn og hestamannafélög eru meðvitaðir eða mikil umræðu þessa nýliðun og það verið að bytta upp á hinn og þessu bara hérna í Stíklum til dæmis búið að vera reiðnámskeið hérna 2 vikur og menn að finna alls konar leiðir tveir jafnvel sem fá að deila kostnað af einum hesti og fá að fara á hestbak og svona þannig að auðvitað þetta ekki sport sem þú kannski stekkur í nema að vera búin að kanna hvort að krakkininn mun halda áfram þetta er talsveit fjárfesting og þetta er talsveit skuldbinding þú hendur ekki hestinum upp í hillu fótboltaskóm eða öðru ef hún nennir ekki æfingu Nákvæmlega það þarf að gefa honum að borða og það þarf að sinna hestinum en krakki sem að fer í hestamennsku og tilbúin að taka það ábyrgð þetta eflir hann mjög vel þetta er lifandi skepnu sem að hugsa og sína virðingu og ég held að sem betur fyrir meðvitaður að það sé bara holdt fyrir það núling eða barn sem hefur áhuga á þessu að gefa honum færa á því að fá að þroska sig í þessari grein. Lárus Ásmar Hannesson, formaður landssamband hestamanna, þakkaði kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við hvetjum alla, það náttúrulega opinn öllum þessi viðburður og þeir sem eru ekki búin að tryggja sig í Forsölu hægt að kaupa sér inn á staðn. Já, það hefur seldir mér í hliðinu
og leiðin og það er jafnvel að kaupa ennþá þó forsölunni sjálfur með afslættinu sér lokið, þá er mjög sniðugt að kaupa sér bara á netinu á tix.is og þá var það búið og það var ekkert að vera að reyða eitthvað upp. Það komir á staðinn. Og það er eitt sem að menn kannski áttar sig ekki á að vera mættur á landsmót hestamanna og ef þú fylgst bara með boltaíþróttinni þá er þetta alveg nákvæmlega eins þegar þú ert komin hérna því að stemningin er svaðaleg. Já, hún verður það sem við erum að fara að gera núna, við ætlum að enda mótið á laugardagskvöldi sem er nýjung og það verður, ég sé fyrir mér bara í björtu sumarkvöldi á Íslandi í þessum fallega dal. Ég hlakkar rosalega til og að því varst að tala boltana þá var bara gaman að segja frá því að við munum að sjálfsögðu bjóðu på fótboltan bara á góðum skjá í Reiðhöll þarna á Hólum. Það geta menn bara setið og hort á fótbolta í góðum stólum og látið fara vel sig ef þeir menn ekki að horfa á hesta allan daginn kannski. Nei, nákvæmlega, einmitt. Lárus Ásmar, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bestu þakki fyrir og gangi ykkur sem allra best því að það er ekki lítið vinna sem fer á bakvið svona mót. Nei, takk fyrir að sína þess áhuga. Takk að þessum með leiðis. Takk. Blessaður. Já, þetta og meira til, það er þetta nálgast allar upplýsingar landsmót hestamanna náttúrulega inn á landsmót.is og þar getið kynnt ykkur allt landsmótið. En við ætlum að stökkva í síðasta viðtal kvöldsins og það er að sjálfsögðu rally framöndan Hólmavíkur rallyið og á línunni verður hér eftir smástund Þórður Bragason formaður yfir að klúbb Reykjavíkur fari ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM.